Komið sæl og verið velkomin í bókaspjall við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og með mér engin önnur en Vigdís Grímsdóttir, skáldkona. Já, engin önnur, já. Og til okkar komin góðu gestur. Það skáldkona sem fagnar 40 ára útgáfu afmæli, eða 40 árum í ljóða útgáfu, Margrét Lóa Jónsdóttir. Vertu velkomin og takk fyrir að koma til okkar. Takk sem leiðis. Og við báðum þig að koma með svona eitthvað af bókunum þínum sem eru svona sum hver eins og bókverk, þannig að það verður dálítið gaman kannski að fá að sína áhorfendum allavega á eftir. Síni þetta, lyftir ég upp. Litla bókverkið. Þetta ljóða ást. Þetta ljóða ást svona eins og lítill kubbur. Það kremkeks sem orðið svona. Já, kremkeks. Og gullfoss framan á. Mér langaði alltaf að gefa út litla bók. Já, það væri svona eins og sígarettupakki eða spýtustokkur. Eitthvað þar mitt á milli. Já. Þetta 97 sem þú gefur þessa bók út. Já, ég hugsaðu ekki það að þú 40 ár ertu búin að vera að yrkja ljóð. Með hléum. Með hléum, já. Mér langar svolítið til að biðja þig og okkur báðar langar til að biðja þig að segja okkur svolítið frá sjálfri þér. Það sem þig langar að segja okkur og öðrum sem að horfa á samstöðina eða hlusta. Já, ég náttúrulega hef alltaf haldið tryggð við ljóði eins og maður sér á þessum ferli að þær koma alltaf af og til út og yfirleitt svona með 2-3 ára milli eitthvað svoleiðis, en það hafa verið þagnir á þessum tíma. Helst ég var í námi, en ég held að ef að við höfum einhverju svona ástríðu að þá höldum við alltaf áfram og það skiptir ekki máli hversu anríkt við eigum ef það eitthvað sem heldur okkur gangandi eins og ljóðagerð getur gert. Það náttúrulega svo mikil huggun og svölun í þessu formi, í því að vera höfundur og skrifa. Og stundum þá hefur maður tilfinningunni að það gæti jafnvel verið huggun og svölun fyrir einhvern annan. Og þá sér maður eitthvað í því sem vísar út fyrir manns eigin katharsis, eins og Aristóteles talaði svona huggun. Þannig að ég hef starfa sem kennari líka alltaf með og unni alls konar störf, verslunarstörf og verið safnvörður og mjög fjölbreytileg störf, en mest verið í kennslu og svona töluvert kannski þýðingar líka, sem náttúrulega mjög skylt skriftunum og það eiginlega bara sami hluturinn. En mér langar að nefna það er svo margir sem að hugsa hvernig þetta hefur áhrif á mann, þessi daglauna vinna og allt þetta. En mér var svo skemmtilegt að því eitt af mínum uppáhalds ljóðskáldum, Tómas Tranströmer, hann var sálfræðingur og vann alltaf þessi sálfræðingur, klíniskur. Og hann var svo oft spurður að því, hann var að segja frá þessu í viðtali, að hann var svo oft spurður að því hvaða áhrif það hefði á hann sem skáld, að vera sálfræðingur og vera klíniskur sálfræðingur. En hann var svo undrand á því að enginn skildi spyrja hvaða áhrif það hefði á hann sem sálfræðing að vera skáld. Þannig að mér finnst þetta að vera dálítið skemmtilegt. Ég hugsa oft til hans. Og getur þú það svara því hvaða áhrif það hefur haft á þig til dæmis sem kennara að vera ljóðskáld? Ég náttúrulega íslensku kennari, þannig að augljóslega þá er það jákvætt og krakkarnir semja ofta ljóð hjá mér og eru með ljóðaþráð í safna og þannig að auðvitað hefur það áhrif að ég hef svona mikinn áhuga á ljóðagerð. Og ég hef líka mikinn áhuga á skapandi skrifum. Mér finnst skemmtilegt að kenna skapandi skrif, þannig að sjálfsögðu finn ég að það er svona ákveðin styrkur. En þetta svona, lítur á það svona, eins og þú lýsir í þá það svona einhvern veginn eins og lífsstíl jafnvel að vera ljóðskáld, eða svona það einhver lífsafstaða eða svoleiðis? Já. Já, mér skoðast að kemur lífsafstaða hennar fram í mjög mörgum ljóðuna. Já. Á öllum þessum bókum. Og það svona svo grunnþráður, það náttúrulega
svo skulum við fyrst að telja ástina. Já. Hún grunnþráður og erotíkina. Því að ljóðabækurnar eru margar erotískar þó að sé engar lýsingar. Akkúrat. Það bara hvernig farið með tungumálið og hvernig sum ljóðin, ef maður má vera svo væmin að segja, faðma mann, sérstaklega eftir 3. lestur. En, og svo það pólitík sem sumir vilja kalla, aðrir vilja ekki endilega hafa þá tík með. Heldur afstæða til heimsins og manneskjunnar. Þetta í bókunum og draumurinn. Já. Og draumurinn sem nú ansi virkur við Oddný sátun áður þú komst til að tala svolítið illum nei. Til að tala ljóðið þín í síðustu bókinni. Og þar var eitt ljóð sem að mér langar kannski bara að biðja þig, Oddný, til að lesa. Já, ég glemdi bókinu minni. Nei, það máttu á mína. Já, það var bara einhvern veginn að því maður er ekki alltaf að veltaði fyrir sig hvort maður skilji ljóð þegar maður les ljóð, sko. Nei, akkurat. En það Þetta var svolítið skemmtileg umræða, þetta endurtakana. Nei. En gaman að þú heyrir hana. Eða hvernig ljóðin þín virka. Já, og það er náttúrulega frábært. Það líka besta. Það er líka gaman að heyra aðra að lesa. Ég elska það þegar einhverju aðrir er að lesa upp, þó einhvern veginn fær maður eins og maður upplifir svona ljóðið upp og nýtt eða textan. Þetta fannst mér svo falleg byrjun hérna, sko, hún er náttúrulega bara í einu lagi þessi bók, en svo eru hérna nokkra síður saman sem ég fannst eitthvað svo, þú ná svo að kjarna svo ótrúlega margar erfiðar og fingjarar tilfinningar bara á nokkrum síðum og ég ætla ekki að lesa það sem þetta allt heldur byrja þau að viljum lesa, en ég ætla að segja sko svo fór ég að spyrja Vigdísi að því að það er eitthvað hérna óskiljanlegt. Ok, frábært. við þetta sem að því ég bara, maður er ekki vanur að reyna að skilja ljóð sem þetta held ég, en þarna reyndi ég að skilja. Mamma mín hringir í mig í draumi 2 dögum eftir andlátið. Þegar þú deyrð þá bæði sérðu og heyrir allt sem gerist, segir hún. Mér verður ekki sel, því í draumnum veit ég að hún er farin. Mér finnst þetta eins og einhver svona japönsk eða svona asísk ráðgáta, svona sem að maður bara, ég skil ekki af hverju verður þér sel. Já. Því, og Vigdís sem sagt reynda að útskýra fyrir mér að þér yrðu sel inn í draumnum. Já. Ég skal bara segja ykkur söguna af þessu. Hún er mjög einföld. 2 dögum eftir að mamma dó, ég var náttúrulega hjá henni og ég var líka hjá henni á dánarbeðinu. En sem sagt 2 dögum eftir að hún dó, þá dreymir mig, þetta var svona undir morgun, þá dreymir mig, ég fyrir utan lögu við 18, ég er að ganga þar, ég maður mér alveg hvar ég var, það var svo skýr draumur, að farsíminn hringir og ég sé mamma á farsímanum og ég bara, og tekur tólið og það heyrðist mjög vel í henni og hún heyrði vel í mér sem ég fannst dálítið sérstakt af því að hún var með mjög slæma heyrn. Og ég segi við hennar, Guð minn almáttugur, þú ert bara að hringja í mig. Já, ég bara láta þið vita af mér. Ertu búin að hitta pappa? Pappin í dáin. Nei, ég er nú ekki komin á þann stað. Ég er hérna að bíða hérna eins og og þannig ég er ekki búin að hitta pappa þinn. En ég ætlaði bara að láta þið vita að það er allt gott að frétta af mér. Og ég bara, já, heyrðu, en skemmtilegt og var að reyna að ná einhverju meiri upplýsingum og bara hafa gott Margrét mín og gaman að heyri þér og ég segi bara, já, bless mamma mín og svo legg ég á og ég stend þarna í draumnum, bara, ok. Og þér verður ekki sel? Nei, veit hvað ég hugsaði? Nú fer ég bara inn á 32C eða inn á Klepp því ég er hérna farin að tala við látna móðu mína í síma og ég er bara orðin geðbiluð. Og þá vaknaði í draumnum og þá vaknaði ég upp og var svona alveg þvílíkt alsæl yfir þessum draumi af því að hann var svo ljúfur en hann var þetta skýr að ég var alveg sannfærð það þegar ég lagði á að ég væri farin yfir Ég skrítið að sá dómur þig sjálfa skilur að þú sétt orðin sturluð einhvern veginn sem er svona, ótti margra skáldkvenna sturlast í skrifunum og svo sturlast það en að sturlast í draumi að vera hrættum að sturlast í draumi það er frábært en hún segir í ljóðinu samt að hún lætur þið vita að hún heyri allt og sjáu allt þannig að þú túlkar það
Já, ég fór náttúrulega eftir hennan drauma að lesa mjög mikið handan heima, eins og ég hef oft dottið í það eins og fólk gerir. Þið vitið, reynslu af því að deyja í smá tíma, hvað fólk upplifir, og ég sökti mér alveg í það í svona halvan mánuð eftir þennan draum. Af því að mér fannst draumurinn vera þess eðlis að ef þetta væri bara mín undirvitund, ég hugsaði þannig kallt, þá hefði ég alveg, þú veist, svona, þið vitið, ritstýrt draumnum dálítið og ég hef sagt, já, það er allt gott að frétta pappa þínum, við fórum á sjóinn og eitthvað svona skiljiði, en af því að ég færi raunverulega ekki svona það sem að ég myndi hanna sjálf og að fiska eftir í símtælinu, að þá fannst mér draumurinn vera dálítið merkilegur og jafnvel vísbending eitthvað sem við vitum ekki. Já. Þannig að ég játa það alveg og þess vegna verði mér ekki sel Oddný. Og þannig einhvern veginn í draumnum en þannig þið heyrið það er náttúrulega ekkert gaman að þurfa að segja svona langa sögu ef maður getur komið niður í fáein orð og það er það sem maður náttúrulega ljóði býta alltaf yfir að það getur sagt heil langa sögu í örfáum orðum og eins og Jim Morrison sagði einhvern tímann að ljóðið á eftir að lifa allt og textarnir hver mann heila skáldsögu eða heila ævisögu en þú getur muna ljóð þannig að mér varst það alltaf alltaf skemmtilegt. Þegar þú ert að kenna lætur þú krakkana þá kannski að fólki lesa ljóð til að leggja á minnið? Ég hef nú ekki gert mikið af því en það er ekkert svo galin hugmynd. Ég meina við vorum náttúrulega í skóla látin læra ljóð utan bókar og svo þótti það ekki lengur nógu fínt en ég meina fólk sem lærði þessi ljóð utan bókar það er mjög þakklátt því að það kann fullt af kvæðum og ljóðum þannig að ég veit ekki nema að það sé bara góð hugmynd. En þú gefur út fyrstu bókina 18 ára. Já. Var það svona eitthvað í tíðarandarum eða hvenær ákvaðst þú að þið langaði til að hvenær byrjaði þú að skrifa ljóð og manstu eitthvað, af hverju lastu mikið af ljóðum sem ung kona? Já, ég gerði það nú. Var mikið lesa heimi eða líka? Já, pabbi var nú svona Laxnesmaður. Þau töluðu mjög gott mál og pabbi, hann hélt alltaf kvæðum að mér þegar ég var lítil. Og las hann fyrir kannski kvæði? Já, hann lét mig læra utan bókar, talandi þetta vitist, þú lest þetta alveg. Málið er það að hann lét mig læra allar heilræðavísurnar áður en ég var læs og hann var alltaf að segja við mömmu, það er alveg merkilegt hvað hann var auðvelt með að læra vísurnar og kvæðin og hann var alltaf bara með Hallgrímsamt, hann kendi mér Hallgrímskvæðin og allar heilræðavísurnar líka. Þannig að þetta var svo ljúf stund og auðvitað hefur þetta áhrif. Hann finnur hann pabbi minn var bifvélavirki og ákvæmlega næmur og blíður og það var hann sem breytti yfir mig. Mamma var blíð og góð líka en hann hafði svona þessa tengingu við skáldskapinn og var næmur að finna að þetta var eitthvað sem höfðaði til mín. Síðan fann hann eitthvað annað hjá hinum systkinum mínum. Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt að hann var ekkert að fara með ljóð og láta hina krakkana. Ég hef spurt þau út í þetta en það var þá eitthvað annað sem tengdist algjörlega þeirra áhugasviði. Það er svolítið skemmtilegt og ég held að þetta hafi áhrif og við megum ekki hætta að læra ljóð og halda ljóðum að krökkum því það er bara svo gott upp á tungumálið. Þannig að það lápar einhvern veginn beint við eftir að pabbiðin fór með ljóðin. Það líða náttúrulega þarna ár og svo maður unglingur en ég tók þetta ekkit ofboðslega hátíðlega en ég kynntist ég var kærasta Einars Melags og við fórum saman að semja ljóð þegar ég var milli tektar og tvítugs eins og maður segir á góður íslensku og ég hugsaði orð ekki. Já, það er rosalegt. Heyrðu, það var nefnilega þannig að þeir bjuggu saman og það sem heiti Fagrihvammur í Hafnarfirði nokkrir og meðal hans Dag og Sigurðsson seinna en það er önnur saga nema hvað að þetta var náttúrulega Medúsuhópurinn og Ólafur Engilbertsson hann
vildi endilega gefa út, hann sá ljóðið mín og hann vildi endilega gefa þau út og ég sagði, vá, skemmtilegt og það var Sjón sem að lasi yfir og ég var mjög þakklátt og mér fannst þetta mjög skemmtilegt en ég leit svona kannski meira á þetta sem svona fyrir mína vini og fjölskyldu. En þá hefur alltaf verið að skrifa hjá þér eitthvað sem þú kallaði ljóð. Já. Orð sem hljóma allavega. Alveg rétt. Þannig að viltu finna fyrstu bókinu og sína fólkina? Glerólfa, hún hérna komin til þín. Já, hún hjá mér. Já, þetta var sem og hún vakti líka athygli vegna þess að hún svona boltu saman og hann hafði sérstakann áhuga lyftin aðeins svona í myndavélunni, já, ekki hann hafði sérstakann áhuga á hönnuninni hann vann á auglýsingastofu þá, hann Ólafur og þannig að síðurnar eru úr plasti og myndirnar sem að ég gerði þær svona sem þú gerði, getur þú sýnt til dæmis þetta? Það eru myndir sem að hann hafði þá hugmynd að þær myndu svona varpa skugga svolítið skemmtilega á síðurnar þegar þú flettir. Já, það gera það. Það gera það nefnilega. Og þegar ég gaf einmitt út hljómorð, þá nota ég hennan sama þessa sömu hugmynd. En svo sagði hann einmitt líka sem ég var svolítið skemmtilegt, sem sést mjög vel að þessari bók, talandi um þessi 40 ár, að svo sagði hann alveg dreyminn á svip og ég skildi ekki alveg heimspeki niður í þá en hann sagði og síðan þegar tíminn líður þá munu myndirnar mást út og eyðast og það verður bara eftir svona einhverjar útlínur og það er alveg rétt það er að minn skuldi meir en að byrja ekki já þannig að það er og honum fannst það ekkert slæmt en þetta er skemmtileg hugmynd hjá honum og þetta er bara fá ljóð og ég er ánægð með það og þetta er ekkert alls slæmt. Hér hefur hann svona stimpil, Fagrihvammur, hann skýrði útgáfuna eftir húsinu sem þið bjuggu í þarna í Hafnarfirðinum og já. Og þetta er svona myndir sem hann tekur og trykkir á þetta. Já, sem þú ert ennþá að tekna, að gera myndir. Ég geri minna af því, en það er samt ekkert lengra síðan heldur en þegar ég gaf út Draumasafnara 21, þá myndskreitti ég bolla, sem sagt með ljóðum, af því ég hef líka alltaf verið að hanna púða með ljóðum, bolla og einhverja svona vörur í kring svona einhvern veginn, ég var með galleri og þá endanum var bara ljóðið einhvern veginn búið að taka yfir og ef ég kalla mig myndlistamann þá einhvern veginn nýti ég ljóðagerð alltaf í myndlistina þannig að já, það er ekkert lengra síðan en það hefur komið svona svolítið með hléum en skemmtilegt. Já, það er gaman að hafa einhver svona og svo finnst mér líka gaman að dansa og syngja, þetta er allt gott í bland og við megum ekki gleyma okkur í amstrinu og við megum ekki gleyma því hvað listsköpun sama hvað við ætlum að gera með hana en hvað þetta er mikil heilun fyrir okkur og bara hvað þetta er gaman og þetta flæði náttúrulega milli listgreina eða svoleiðis svo þetta er svolítið eins og dataísk með þessu kölluðu svona surrealista en svona dataíst svolítið og þar var bara einmitt flætt á milli allra listgreina og einhvern veginn ekkert verið að skilgreina sér kannski of mikið sem annarkvort ljóðskáld eða danshöfundur eða svoleiðis en skilgrendir þú þig sem metúsuskáld? Nei, ég var ekkert í þeim hópi ég var bara vinkona þeirra og bara svona heppin að kynnast þeim En ef þú hefur verið strákur, hefur þá myndur halda? Nei, það held ég ekki, en ég var töluvert mikið yngri og ég var ekki úr Breiðholtinu eða úr svo hverfi, þannig að þeir voru sagt, bara, ég kynnist þeim þegar þeir voru orðin þessi hópur. Þannig en þeir voru alltaf bara mjög skemmtilegir og svo náttúrulega Já, þetta voru bara ótrúlega gefandi tímar eða svona frjóir tímar tónlistin og rocktónlingarnir síkumólarnir og kuklið og allt þetta var náttúrulega bara ótrúlega skemmtileg tónlistarsena á þessum tíma og svo náttúrulega líka þetta er náttúrulega þessi punk-kynnslóð en við erum náttúrulega líka disco-kynnslóði því að í laumi hlýtur maður að hafa hlustað töluvert á það því að það er sko maður kann öll þau lög líka eða svona En í ljóðabókinni Pólstjörninni þá
þá ertu að dansa í hermannaklossum. Já. Það var svona einhvern veginn fekk Það akkurat þessi tími. Það einmitt endurminning um þann tíma sem ég man kaplarnir í Pólstjörnunni. Já, þetta rétt, þetta alveg rétt, þetta náttúrulega bara og ég raunverulega var með hennan bálk og ég fekk ekki svona lendingu, ég var mjög lengi að koma heim og saman, ég þurfti að fá þá hugmynd að þetta væri einhvers konar ævisaga, skiljiði mig, til þess að Þannig að þú í raunverulega, þá ert þú ljóðmælandinn. Já. Þegar þarf ekki endilega alltaf að vera ég. Nei, en þessu, þú ert það þarna. Já, ég er það þarna í þessu tilfelli og þannig náði ég einhvern veginn bara að sjá fyrir mér, ég valdi mér stað og það var svo skrítinn staður, það var kaffihús í Santiago, ég fór í pílagrinsgöngu og ég fór ofta á þetta kaffihús og það var svo skrítið hvernig það var í brekku, borðum stóði í halla og þetta var á gatnamótum ofan allt annað, þannig að það var ótrúlega mikið læti en alltaf því ég komið þarna þá maður ekki svona stóra kaffikönnu bara, þú gjörðu svo vel bara vertu eins lengi að þú vilt heyrðu, en það sem gerist þegar ég var alltaf með einhverju svona bók með mér til að pára í og eitthvað og alltaf fekk ég svona ótrúlega innblástur á þessu stað og skrifa og síðan var nú ég vildi ekkert varð í þetta, ég var þarna með hálfgerðu óráði, en þegar að ég var að koma Pólstjörninni saman og finna svið, þá var það að vera þessi staður. Já. Og þannig byrja bókin. Krómlituð ekki kaffikanna. Já, úti kaffihús á gatnamótum, þar sem borðin standa í halla og kaffið er framreitt í krómlitri könnu. Ég hugsa söng, ég skal bara fara með þetta fyrir ykkur. Ég hugsa söng sem hjörtu okkar syngja þegar nýtt líf fæðist. Á meðan jörðin snýst eins og skopparakringla möndul sinn. Þannig að ég er komin hérna með byrjunar erindið og þá var eftirleikurinn auðveldari. Fyrir þá sem eru að ekki að horfa á okkur, heldur hlusta á okkur í útvarpi, þá er Margrét Lóa Jónsdóttir skáldkona ekki með bókina fyrir fram á sig þegar hún er ekki að lesa, heldur kann þetta utan að því pappinar þjálfaði hana svo vel. Rétt. Og það er alltaf freistandi að biðja að biðja kennslukonuna á ströndum, norður á ströndum að sitja og vita hvað heldur þú kunnur utan að ljóða bálkina alveg, alla bókina. Já, en ég er ekki viss Nei, kannski ekkert fyndin leikur. Nei, það er gaman samt og takist með nokkra stemmur, sko. Já, ég get tekið lokaerindið. Já, það er alveg, þú kannt það. Ég kann það. Og það er svo gott með þetta lokaerindi. Já. Að það er allt sem er í bókinni, sem er þarna. Þetta er svona ein besta endurtekning sem ég hef séð í skáldskap. Að hafa eftirmála, ekki hátíðlegan, ekki leiðilegan, ekki fræðilegan, heldur bara beint úr bókinni sjálfri. Það sem eru helstu atriði eru nefnd. Er ekki rétt hjá mér? Jú, þetta er aldeilis vilt. Ég ætla að aðtóka hvort þú ferð rétt með. Já. Þú gefur mínu smá skáldaleifi. Já, smá. Þetta er ákveðin pressa. Þetta er munnlegt próf. Þetta er munnlegt próf. Ég hugsa söng. Söng fyrir brjóstmylking. Söng sem heldur á lofti minningu þeirra sem fallið hafa í stríði. Ég hugsa söng. Söng vonina, veraldar undrið sjálft. Var það rétt hjá henni? Þetta var sko hárrétt. Já, það er brjóstmylkingur, hann kemur hérna aftur. Jú, hann kemur aftur. Og veraldar undir náttúrulega. Það endar á því. Vonin, þegar vonin ein er eftir, það var öðru í þessu bók. Já. Að vísu. En má ég biðja að lesa tvær síður úr bókinni? Eða kannski kanntu það líka utan að, eða maski sem ég sýndi þér áðan viti þarna mömmuna þarna í framhaldi af því sem ég las áðan. Já. Það var gaman að tala drauminn. Já. Mömmu draumurinn. Já, það var skemmtilegt að tala það. Og svo kemur þarna koma þarna hverja 4 síður. Svo kemur lýsingin að brostinu augu og
það byrjar þá og svo endar það á, það er eitthvað 3 eða 4 síður endar á mótmæla Já, þetta já, hvað sem ást að ganga, já. Það er nú ekki blaðsíðutal. Nei, það er ágætt að hafa ekki blaðsíðutal. Fremst á meðal mótmælenda, það endar þar fyrir... Það ekki bara að finna eitthvað erindi sem ég held að þú sért að þetta er erindi sækjast eftir. Þannig er vonin. Er það ekki daginn eftir? Nei, er það ekki eftir? Jú, það er eftir, þú getur líka að lesa þetta bara sem stemmu, sko, að þetta er svona ljóðabálkur sem hefur ekkert sérstætt upp á nýjandi og endur tekur sig allavega. Ef þú lest til dæmis aftur þetta með mömmuna sem er með drauma hringlið og kistan sem er látin síga ofan í jörðina. Já, það kemur þar, sko. Og ég átti þau alltaf. Já. Það er það sem ég held að þeir sem hafa átt góðar mæður þekki. Já. Að missa stærstan hlutana sjálfur sér. Já. Hérna, má ég lána þið mín eða? Já, ég er að finna staðin sem átt á. Það var líka ágætur hluti hérna þegar hjörtu okkar stöðvast, sloknar á öllum lífsmörkum. Við erum hreyfingarlaus en okkur finnst við vera örugg á meðan hjarta slær taktvist í brjóstinu. Blóð berst til heila, nýrna og lifrar og enn höfum við ekki mist samband við umheiminn. Þetta er að gerast akkurat núna, sem sagt. En þú ert til í að fara með og flytja okkur þetta. Brostin augu. Kista sem er látin síga ofan í jörðina. Ég átti þig að, ég átti þig alltaf að. Dagarnir vöfðu sér hálsin á mér eins og festi gerða 4 laufa smárum. Íklæðið skuggum á sólríkum degi, hoppa milli þúfna, renn saman við sandöldur með tígrismynstri. Af einsemd minni er hunangsbragð. Þannig erum við kannski komnar að eitthvað svona kjarna að ef maður hefur eitthvað eins og ljóðið, hefur eitthvað svona sem að sko það er oft talað að sé ekki eins og Páll Óskar syngur ekki sama að vera einn og einmanna þið vitið það er gott að vera einn og mann líður mjög vel einum en maður er líka einmanna og maður er líka sorgmættur þannig að við höfum þá eitthvað til að rísla okkur við sem að sefar. En þegar að því þetta er nú þig, að þetta er þínar upplifanir og okkar sem tökum við þeim sko og gerum kannski að okkar, þá er þetta mikil sorg. Já. Og þú ert þarna að missa mömmu þín og pappa þín á svipum tíma og bróður þinn áður. Hann lést þarna í millitíðinni. Já, og þetta er átak að lýsa þessu. Þess vegna er þetta að segja bók sem að virkar þannig þegar maður lesa hana að það er ekkert flókið nema eitt draumur og ekkert nema einfaldleiki að lesa hana af því hún talar beint til manns í gegnum þetta hjarta sem hún lýsir svo vel líka. Já. Að þá er þetta svo djúp sorg og kannski að það hjálpa að fara þarna á kaffhúsið. Já. Og að einfald þetta svona það sé fyrir alla. Já. En getur þú sagt okkur eitthvað frá þessu því þetta er svona á þinni vegferð eitt af þessu stóra sem gerist í lífinu að missa svo margt af fólkinu sínu. Já. Og mömmu þína sem hún greinilega svona tengt. Þú skrifa líka pappa þig. Já. En ég veit ekki hvort að við kynntum til sögun okkar bókin heitir. Þessi sem við erum að tala kannski mest Pólstjarnan fylgir okkur heim og það er Salka sem gefur hann út og ljóðið var ekki verðlaun Tómasar Guðmundssonar. Jú, það er rétt. Og var síðan gefin út. Já, það er gaman að skuli segja ljóðið, þetta er náttúrulega ljóðabálkur og er í raunum þá svolítið eins og eitt ljóð. Já. En það er einmitt ég hef líka mjög gaman af myndhverfingum. Já, nota það. Og að leika með orðin eins og ég segi hér talandi tíman, að því maður hugsa líka
að því ég næja að einhvern veginn staðsetja þetta og komast áfram með bálkinn þegar ég hugsa hann smá eins og ævisögu og það einmitt á hárrétt sem þú tala um þessi ljóðmælandi ég og ég segi hérna fegur tímans sem býr innra með mér og löngunin til að skilja heiminn. Þetta kvöld tilla öldutoppar hafsins sér á tá, snerta lífbein sólarinnar. Þarna ég búin að vera að tala um sjóin líka og pabbi var trillukall þannig að það var nú það sem að þegar hann var orðin mjög fullorðin þá var það sem að hún fannst sitja eftir. Trillu? Já, bara sjórin. Og hérna svo eru líka minningar þarna múrin og minningar unglingsárin og síðan sjúkrabeðin og hérna erindi sem að ég hef samið handa pappa. Baujur og blöðruþang, kvöldsigling og kaffi á brúsa. Veiðiskot í svartfugli úr haglabissu pappa míns. Með gagnsæjum fingrum snertir andartakið lokuð augu þín. Sjúkrarúm vísar mér veginn í Völundarhúsi, gerðu úr minnismiðum og vonum. Á náttborði svefngríma og munnharpa sem saknar vara þinna. Nótur koma í stað orða, pensildrættir koma í stað hugsana, á meðan grátandi örverur bera margfalda þyngd sína af ríki. Þetta svona svolítið kryptísk, þetta er svolítið dullrúnir, þetta ljóð, að því maður finnur að það er mikil missir og það er mikil svona, þú ert að líta aftur, situr á einhverju kaffhúsi þarna og það er einhver líka léttliki og svona tími sem hefur liðið. Þetta er svona eins og einhverja glefsur eða þannig sem koma. Og maður bara einhvern veginn, maður treystir þér svona einhvern veginn, maður fer bara með þér en þetta er bæði mjög svona skýrt og einfalt en einhvern veginn dularfullt svolítið sko. Á það ekki vera þannig? Þú ert að tala um að sé eitthvað milli línana. Já. Já, ég hef með sami ljóð um það. Já, milli línana. Það sem er hérna, ég man ekki alveg í hvaða bók það kannski tilvistarhefni. Já, ég held að þú sért einfallega að hugsa um að það náttúrulega einhver eins og í leikursinu, það einhver undir texti. Getur það ekki stundu verið bara undir textin í sjálfum manni? Sko maður býr hann til, maður sko til þess að fylla ljóðið eða kemur ekki alveg til mann strax. Þá finnur maður undir textan sko. En ekki lesandarum sko treyst fyrir að lesa milli línana í ljóði miklu meira en oft í skáldsögum sko. Þá oft svo verið að útskýra og segja og lýsa og þannig. En í ljóðinu þá það eitthvað svona tröst á milli lesandar og skáldsins svona bara þú skilur hvað á við einhvern veginn. Og mér finnst að finna það mér finnst það svolítið gott að finna í þínum skrifum þú treystir lesandanum svolítið fyrir bæði fyrir einhverju mjög innilegu en líka treystir lesandanum til þess að bara skilja eða skynja kannski bara frekar. Já, og þetta einmitt það sem þú ert að tala um það sem að já, það náttúrulega alltaf einhver svona túlkun, ég meina fólk getur túlkað en ég meina eins og ljóðið sem við vorum að kafa í draumurinn að þetta oft það sem að virkar svona flókið bara oft það einfaldasta, eitthvað sem gerðist í raun og veru og það samskonar draumur í byrjun draumasafnara, talandi drauma að mér dreymdi í raun og sannleika jákvæða skrifa bálk vin minn sem var svo fyrstir sem lést, hann fekk alnæmi og hann var mjög ungur þegar hann lést og hann var svo skemmtilegur, hann var alveg stórkostlegur, hann hét Sigurgeir og var stundu kallaður Flissfríður, gaf sjálfum sér það gælunafn, hann tók sér nú ekki alvarlegar en það en hann lenti í því að það var farið illa með hann og hérna svo flúði hann úr land og hann var barinn og hérna hann var ákaflega fíngerður og alltaf flissandi og hlæjandi eins og ég segi. Það var svona einn af þessu lífsglöðu en þegar ég var búin að taka það ákvörðun og var að semja bálkinn hann þá dreymdi mig hann einmitt og þá fannst mér eins og hann hefði lagt
blessun sína yfir bókina og þetta ljóði svona: skýjasafnarar. Á sólríkum dögum lögðumst við í grasið og söfnuðum skýjamyndum. Í nótt heilsaður upp á mig í draumi. Ég man eftir siglingu og salarkinnum. Við höfum blásið upp blöðrur og skipulagt veislu fyrir þig, en gestirnir létu bíða eftir sér. Við erum saman í þessu, man ég eftir að hafa sagt við þig í draumnum. Við erum saman í þessu. Allan tíman vissi ég samt að þú væri dáin. Já, þannig þú draumakvendi. Já. Sem dreymir svona. Þetta var svo skemmtilegt. Þið dreymir miklu meira en þetta. Já, en Eldurinn í bókunum, sko. Já, en það var svo skemmtilegt að í draumnum þá var ég stödd í svona einhverju handan heima ríki. Við vorum ekki beint svona á jörðinni af því að hann náttúrulega látin og ég vissi það allan tíman, en það var einhver veisla framöndal til að fagna honum, afmælisveisla eitthvað, ég man ekki alveg hvað það var. En svo kom enginn, eins og er oft þegar fólk kemur seint og maður var stressaður yfir því og hann sérstaklega, hann var farin af áhyggjur og engin mætti og þá var ég svona að láta hann vita að við værum nú saman í þessu. Þannig að það er eiginlega bara út frá þessum draumum sem ég hef svona aðeins farið að kynna mér, þið vitir, eitthvað svona dullarfullt. En upplifir þú að þegar þú ert svona að skrifa, svona í, þú veist, þessum svona gjörningi að skrifa, kannski búin að skrifa eitthvað eins og á kaffi sem þú segir að skrifa fullt og síðan eiginlega endur skrifaru eða hvað? Ertu þá einhvers staðar í svona, í einhvers konar svona draumaleiðslu eða, þú veist, er einhver mystík þar eða? Nei, ég myndi ekki segja það. Ég myndi ekki segja að það væri neitt mystist. Þetta er svona eiginlega, þetta er jú, þú veist, það að koma svona bálki saman og henda út, það er náttúrulega ægileg grimmd að þú bara hendir út og skilur eftir það sem að ég finnst geta gengið. Þannig að þú skrifar mikið svona í grunninn? Já, svolítið flæðir svona kannski, en svo reynir maður að vinna úr því, úr þeim fleka. En það er yfirleitt ekkert merkilegt, en svona stinga sér niður einhverjar flottar myndir og einhver flott hugsun kannski sem mann fyrst grilla í og þá reyni ég að veiða það frá svona einhvern veginn kjarna frá hisminu, sjá skóin það er mjög fyrir trjánum skemmtileg mynd af sólinni að hugsa lífbeinið á henni það breytir manni, ég mun alltaf horfa á hana hér, já, þetta er lífbeinið það er mjög sérstök mynd já, og svo eru þeir að tegja sig á tá hérna öldutopparnir en sko sumir kannski sem að yrkja sjaldan þeir svona lýsa einhverju svona ljóðrænu stuði eða þannig sem er kannski einmitt í missi eða ég veit ekki hvað það er sem að ert þú eiginlega komin á ertu svona eins og einhver búddisti eða þannig sko ertu komin bara út í ert þú alltaf í ljóðrænu stuði allan daginn? Nei ég held að þú sérst að tala með þetta sem mörg ljóðskáld hafa lýst þeir hafa talað stundum við mig á svona einhverjum námskeiðum að það sé eins og eitthvað loftnet allt í einu opnast rásinn og þá þú veist og ég heyrði Andrasnæ tala að ljóði væri svona eins og köttur þú veist, kemur bara þegar honum hendar þú veist, Kísi er þannig hann er bara sín eigin herra og hérna þetta er ekki svona vinna sem vinnur frá 9 til 5 eða 8 til 4 heldur kemur ljóðið þegar því hendar og það er kannski að sjá fyrir sér eins og þessi rússneski vinur minn sem ég var með okkur ljóðanámskeiði Boris, að hann sá fyrir sér svona eitthvað að hann tengdist einhverju loftneti og þá kæmi eitthvað og svo þess á milli bara flattneskja og ekkert að gerast En þegar hann er í því hann Boris að yrkja og ekkert kemur frá loftnetinu er hann samt að situr hann samt við sína flattnesku og yrkir ég veit ekki, ég held sko að þá kemur þessi vinna, þessi eftirvinna og föndrið í kringum það að þá er þetta að nýta tíman í það en það er vissulega öðruvísi að lýsa þessu heldur en ef þú ert að skrifa sögu og þá er frásögnin náttúrulega en frásögnin er líka skemmtileg í ljóðagerð að þú getur leyftir að segja sögu og verið með svona samfellda frásögn Já, svona þetta er nú ef maður hugsa
svona rosalega flotta ljóðabálka svo þetta gerði Kristníu, það eru alveg heilu sögurnar og heilu aldirnar sem liggja undir sko. Og það tekst einmitt líka svo vel hér í Pólstjörnunni. Já. En hefur einhver bókmyndafræðingur núna þegar þú átt 40 ára útgáfu afmæli? Já. Til hamingju. Búin að vera ljóðskáld í 40 ár. Já, takk. Byrjaði alltaf mjög ung. Er einhver svona bókmyndafræðingur til minns búin að bara taka alla bækurnar og lesa þær og eitthvað svona pæla í samhenginu og þannig? Það nú eiginlega bara þið sem hafið uppgötað mig. Já. Nei. Jú, það er bara alveg satt. Þetta er 40 ára mál og það með 10 ára hléi. Já, það er rétt. Og ég er alltaf, sko, ég fór í gamla dag í hlébíó. Svindlaði mér inn, sko. Vissi þá ekkert byrjunina, fór inn í hléi. En mér langaði alltaf, myndi að langa að vita, sko, hvað var í hléinu? Já. Þessi 10 ára hléð. Það kom á 3 ára, það kom á 5 ára og kom á milli bóka. En svo þetta er aldrei langt og kemur mikill styrkur eftir þetta hléð. Já, það er gaman að skuli tala um þetta. Linda Vilhjálms á svona dvöl líka á sínu. Já. Sko, það eru svona einhverjar kúvendingar á þessum tíma, þessum 10 árum, þá var ég dálítið að vinna úr því sem ég átti til. Mér var bara svolítið hugsað til tónlistafólks. Þannig að það var akkurat það sem þú sást á netinu. Gjörningurinn á Hjalteyri. Þetta var úrvennslu tíminn og þá var ég að nýta þessa bók hérna, tímasetningar, sem fjallar hryðjuverk og er svona samin upp úr fréttum af hryðjuverkum. Og hérna... Getur þú sýnt þetta? Já, svona. Hún er sem sagt bálkur líka eins og nýjasta ljóðbókin, Pólstjarnan, en þarna notaði ég bara hreint efni úr fréttunum og klippti inn í bálk sem ég átti. Og þannig að þegar að þessi dvöl sem að þú talar ég fann það bara að ég var einhvern veginn að leita nýra leiða og ákvað þá bara aðeins að vinna með það sem ég átti. Og fór að vinna með tónlistafólki og ég var með galleri líka þannig að var meira í myndlistinni, svo flutti ég norður á þessum tíma og þar var ég að kenna, ég var að kenna í verkmenntaskólanum á Akureyri og sem var bara frábært og fekk að kenna skapandi skrifi mitt og bara, þetta var alveg bara ótrúlega góð tími, bjó á Ólafsfirði. Þannig að hérna, fyrir veturinn sem ég var fyrir norðan og svo seinni veturinn bjó ég á Akureyri og þetta var bara dásemdartími og af því ég fann að ég var ekki með neitt svona á prjónunum þá ákvað ég á þessum tíma að vera samt þá að vinna með það sem ég átti til. Þannig að til dæmis þessi gjörningur sem var þarna á Hjalteyri, hann var örugglega 3-4 árum eftir að til dæmis þessi bók kom út en þá er ég að vinna bálkinn með tónlistamanni upp á nýtt í þennan flutning og hélt líka myndlistasýningu þannig að þú ert alveg skapandi það er bara skapandi í öllu sem þú gerir hérna í þessu 10 ára hléi já, þá einhvern veginn þá fannst mér það betra heldur en ekkert að þá vera að vinna aðeins áfram á öðrum sviðum eins og í tengslu við myndlist og þróa þessa tengingu þarna sem við vilja byrja með fyrstu bókinni þarna með Ólafi Engibertsinni þá er rosalega falleg en segðu mér aðeins þá hvað hét aftur gallerið? Galleri Marló og hvar var það? Á Laugaveginu og var þar textil eins og segir ljóðið hefur einhvern veginn náð að vera þar? Já og þá var ég líka að hanna púða með ljóðum á sem er bara mjög skemmtilegt og svo var teikning eftir mig aftan á þannig að maður getur svona hvílt sig á ljóðinu og haft á myndina og það var einmitt þessi bók hérna sem að hún er mér mjög dýrmæt af því að hún kemur þarna í raun og veru eftir þögnina frostið inn í hauskúpunni og mér þykir ákaflega vænt þessa bók og ég einmitt var þá ennþá dálítið virk í myndlistinni og teiknaði þessa myndir og var með frábæran umbrotsmann hann Aðalstein Svan sem að braut bókina á mjög skemmtilegan hátt en þarna sko var ég búin að vera að safna heil lengi í sarpinn. Þetta er 2015? Já. Þarna
eiginlega lokastringurinn og ég var svona heppin. Ég ætlaði nú fyrst að gefa hann út hjá Uppheimum, hjá Kristjáni og hann var búinn að lesa yfir hana. Já. Og það var einmitt á sama tíma og hann var að setja saman safnið Tranströmmar. Já, vinið þínum. Já, þannig að þetta einhvern veginn tengdist allt. En svo einmitt var ég svo heppin að Aðalsteinn Svanur, hann braut og hann braut líka núna síðast ljóðabókina Pólstjörnuna. Já. Er ekki komið tíma að skora á útgefandaðinn hérna í þættinum að gefa út safn? Já, er það Salka? Útgefandi núna er Salka? Já. Það var eiginlega gaman sko fyrir þá sem að til dæmis alveg yndislegt að eiga alla bækurnar Lindu. Já, ég sem maður getur bara alltaf gripið í Lindu hvenær sem og það er ekki að vera, þú veist, að leita bókunum því það smegja sér svona ljóðabækurnar smegja sér oft svona inn á milli í hillunum, svo yndislegt eiga svona. Það er stórkostlegt og þetta finnst mér frábært á skuli nefna af því að mér finnst langbest að vera með söfn og ég les hljóði í sundi og sólbaði á ströndinni og þá finnst mér bara frábært að vera með bara safn og það er uppáhaldi mitt en ég náttúrulega gefið út töluvert líka hjá Mál og menningu og í gamla daga líka hjá Sölku svo hef ég gefið oft út sjálf þá semur þú við sjálfa þig segir já við Sölku þetta er held ég ekki vandamál það er aldrei gaman að fá að því nú 40 ára afmæli að þessi hugmynd komist af stað fáum svona mér langar svolítið, ertu til ég að lesa titlana upp, ekki í réttir í tímaröð bara að því núna því miður tímin að hlaupa frá okkur hvort gætir kannski lesið bara svona titlana á bókunum það er auðvelt ég segi bara að þessi bók sem við talaðum náttúrulega svo mikið Glerárvarnir, þeir kom út 85 síðan kom Náttvirkið út sem Hrafn Jökulsson gaf út 1986 Orðafar kom út 89 þegar múrinn var opnaður og þá er einmitt mynd af múrnum það var einum pínlítið skegg því ég hafði teiknað mynd af múrnum í bókinni síðan koma Ávextir hjá Mál og menningu 91 Tilvistarheppni 1996 Ljóðaást þessi hérna bók 1997 þegar yngri dóttir mín fæddist Háværastarótin í höfði mínu hún kom 2001 síðan komu Hljómorðin og þá var ég að vinna með Gísla Magnúsinni Gímaldin síðan gaf við út skáldsögu 2004 Laufskálafuglinn Tímasetningar hún kemur út 2005. Já. Og þá kemur þögnin sín í rauninni var engin hún var eins og þetta þú sýnir hér á þessari já, þess vegna líka þykir mér svo vænt þessa bók í hauskúpunni já, það var frost í hauskúpunni frostið, það er enda ljóð sem ég held upp á mér held upp á það ljóð og svo kemur þessi rytmi inn já, síðan held ég þessu 2 ára bíli svona yfirleitt síðan kemur biðröðin framundan ljóð 2017 sem gerist í biðröðinni fyrir utan Costco og mjög létt og kátt ljóðabók en það er einhver undir texti náttúrulega alltaf svo er það Draumasafnarar og síðan Pólstjarnan fylgir okkur heim Draumasafnarar 21 eins og ég sagði áðan og síðan kom þessi bók út núna í nóvember. Og ertu byrjuð að vinna næstu bók? Já, ég er að vinna nú er þetta komið sko. Já, nú er þetta allt að gerast. Já, ég er af mikill hógværð get ég sagt frá því að ég er að vinna í handriti sem ég vona að ná góðri lendingu. En ég ætla ekki að vera með neina uppgera hógværð. Ég stefni á að gefa hana út á þessu ári. Mér finnst þetta aldrei mikilvægt út af tímamótunum. Já, það er það sko. Það væri gaman, það væri þú segir einhvers staðar í ljóði sko að þú sjáur ekki eftir neinu já. Er það ekki rétt? Verðum ekki að hugsa þannig ég veit ekki hvað við verðum að gera ég bara spyrði bara beint þú sjáur ekki eftir neinu já. Nei, ég reyni alla daga að lifa þannig að ég sjá ekki eftir neinu og að óska mér ekki öðru sér fortíðar og við sjáum það góða í öllu sem og öllu sem við getum lært af þannig að það er svo margt í fortíðinni sem að við erum alltaf að staldra við og hugsa hefði ég átt að gera þetta öðruvísi eða hefði má bara ekki vera til það er nefnilega málið þannig að ég sá einhvern tíma mann í ból og það stóð aftan á honum ég óska mér ekki öðruvísi fortíðar
þannig að ég var þetta alltaf gott. Já, alltaf gott. Og ég óska mér ekki að þess að hafa ekki verið hér. Nei, sama segi ég, takk fyrir mig. Takk fyrir komuna og til hamingju með ammælið. Takk fyrir. Og við bara göldrum hérna að komi út bók og næsta bók. Margrét Lóa Jónsdóttir, skáldkona og myndlistakona og útgefandi og galleristi og allt, segjum skáldkona, ljóðskáldi 40 ár. Takk fyrir að koma til okkar Vigdísar Grímsdóttur í bókaspjall við Rauðaborðið og hlustendum áhorfendum. Þakka ég fyrir að vera með okkur í ljóðinu og Pétur Fjellsteð, þakka ég fyrir að vera að senda ljóðrænuna vonandi yfir til ykkar og tökum smá hlé og höldum svo áfram hérna við Rauðaborðið. Takk. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.